4. Það föstudagurinn 16. september og F95 Blöður hafið göngu sína á þessum, fína föstudegi. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í fínu sæti og beint á móti mér sitja, 2 mjúkir og 1 harður. Við erum 4 í dag hérna strákarnir og ég ætla að byrja á þér, Steindi Junior. Hvernig ertu? Ég er allur að koma til. Já. Við getum orðað þannig. Ég er allur að braggast. Ég lifi. Ég tóri. Þú ert ekki fyllandi fínn og fróðandi góður? Ég er svona, ég er fyllandi fínn sko. En ég er kannski ekki alveg fróðandi góður. Maður lefði sér hans ekki ég fekk mér 2. Ég ætla að viðurkenna strax. Reynsa andrúmsloftið, það innan ekki að hafa bleikan fíl í herbygginu. Það bara... Ég fara út Egill, hvernig er þú hins vegar? Ég hef verið betri. Nó, það er þannig. Menn eru bara hreinskilandi í byrjun. Þú segir alltaf, ég hef aldrei verið betri. Já, þetta því að ég var dregin í óreglu á virkum degi. Þannig að þú hefur verið betri. Og ég hef verið betri. Það er kennað. Sveppi Krull? Ég held að fólk sé að beigja út af sko núna bara. Gils er ekki nóg góður, hann er aldrei verið. Hann segir alltaf ég hef aldrei verið betri sko. Já, hann sagði núna ég hef verið betri. Þetta er fyrsta sinn sem hann segja. Menn voru hreinskilin, Sveppi. Hvernig ert þú? Ég er góður, ég er alveg... Þú ert ekkert góður. Ljón, harður og fínn. Ekki ljúga. Ekki ljúga alveg sinni. Kallinn er sprellfjörur. Já, það reyndar, ég viðurkenna það. Þetta var náttúrulega sveppinin rólegast á okkur öllum í gær. Já, við getum kannski orða. Ég veit ekki, þú mátt alveg ljúga eins og þú vilt. Nei, það var ekki þannig. En það er ákveðin kaupstæðalikt inn í stúdíónu. Við getum bara, það ekki? Jú. Svona Akureyrar kaupstæðalikt. Já, við áttum skemmtilega 15 dag í dag í gær strákarnir og við erum samt, við erum með fína þátt í dag. Fórum í dinner á hvað heitir þetta, sæta svín eða feita svín eða? Já, þetta var svolítið svona, þetta var horfður á mig þegar þú segir feita svín. Það var enginn að horfa á þig. Hætti að stríða sem Staðurinn hét Sæta svín. Það var bara day og fun hjá 4 fullorðnum mönnum og við skulum ekki við þurfum ekki afsaka það. Nei. En við erum hressir. Já, það er nettur gals í strákunum og við verðum hressir í dag. Við lofum því. Já. Við erum til dæmis með íslenskt slúður. Það er brakandi fest í dag. Yes! Við erum búin að heyra smá af því sko. Já. Og hvað er að gerast? Það er brakandi fest. Það er ekkert að skvíla niður. Steindi var að nefna, ég var að nefna Hver er að skýta? sem að ég var búin að heyra annars það sko. Já, ok. Boom. En það er sko svolítið gaman að segja frá því að yfirleitt eru þetta kallmenn sem eru skítandi á sig í hverju viku nánast. Í þetta skipti þá er einn stúlka. Nú? Já, því miður. Getur þú gefið okkur nafn? Já, á ég að gera það, viltu það? Já, tísa eins. Ég get alveg gert það. Það er hún Sara Björk. Það er Landsliðskona? Landsliðsins. Já, ok. Það er náttúrulega rosalegu landsleikur eftir. Við minnum að hann. Rosalegur landsleikur. Það er Ísland-Slóvenía, allir á völlin. Það er heimaleikur. Já. En því miður, það var smá vesen á henni og svo er Haukur Harðar íþróttafréttamaður, það er vesen á honum líka og það eru fleiri í slúðrinu. Ég ætla ekki að gefa mikið. Ég er spenntur, Egill, ert þú með spurningakeppni? Rétt. Ok, og hvað er... Rétt. Ég elska Já, spurningakeppni. þú getur unnið. Já. Hvað er þemaði hér í dag? King of Hangover. Já, ok. Það er konceptið mitt í Það er dag. svona smá þema. Svo erum við að sjá hvað við vinnum það. Ég held að vera hörðkeppni. Svo erum við með sturlaðar eða hrossaskítur, við erum með augljósar staðurindir, herru, það er líka í dag. Rosalega augljósar í dag. Helviti kallinn búin að vera duglegur í þingunni. Já, ég veit það ekki, en það er svona gals í stúdíónu og ég held að það væri mjög gaman að fá Mr. Selfinsbettan á einhvern tíman eftir og hendi 5 augljósar. Mér líst vel á það. Og svo erum við með kortmyndur frekar og fleiri svona fasta liði. Þannig að það er stemming í okkur strákunum og vonandi ykkur kæru hlustendur, menn kannski kíkta eins og á lífið í gær en trúið mér, það er engin mórall í gangi. Ég veit ekki komin 16 ára gamall og sveið með það, einn mesti töffari landsins, Aron Kahn. Senda hann í söngkenslu kannski? Hvað er þetta rugglaður? Býttu akkurat á móti Arne Kahn. Ég er Ekki að lag. Hver er þetta? Aron Kahn? Já, er þetta Aron kann ekki að syngja? Þú ert alltaf bara gamall kall. Ég nenni ekki að syngja þetta lofmóra. Það er nú að gerast inn í skóla. Ekki okkar vakt, þetta var leinigestur F9 við blöða þjóðatíð. Já, er þetta sonur okkar sko? Má ég verði bara að elska hann? Nei, eigum við bara að fara að spila Rolling Stones þetta daga? Við nöttum að með að spila Aron Kahn. Já, þið megin alveg, ég lít bara með að hafa skoðun á. Fannst þér þetta ekki gott lag?
Já, ég veit ekki, það kannski að hlusta á svona 50 sinni viðbót til þess að fíla það, skilju. Ok, en ekki við fyrstu hlustu. Þetta var ekkert að gera fyrir mig, þetta lag. Og það þýðir ekki endilega það bara að ég sé eitthvað gamall kall bara, fílar ekki Aron Kann, þú ert eitthvað gamall. Það fílar hann bara. Ég fíla fullt af shiti, sko. Það er ekki þetta Aron kann ekki að syngja. Frábært, en það Ég þreyttur maður, ekki moral. Þetta ekki bara að drulla meira yfir Aron Kann okkar vakt. Ég er ekkert að drulla yfir hann, ég er bara bend honum á að hann fyrir að vanda sig. Mér finnst þetta besti tónlistamar Íslands í dag, sko. Ég er ekki að grínast. Já, mér finnst þetta besti í dag. Berja með saman. Já, ég nefnilega það, ég þekki, vini mínir, þeir hlusta á hann, sko. Já, hann er alveg með þetta, sko. Og dóttir mín líka, og þetta er alveg, hann er vinsæll og flottur og duglegur strákur. Ég er ekki að taka það af honum. Nei. Þótt mér hafi fundist að vera svolítið þreyttur í þessu lagi. Ísas, spilaði eitthvað annað með honum og aðtöfum hvort ég fíli það. Já, við gerum það kannski eftir að það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Það var Sveppurinn Leifir. Býttu, er þetta Íslands slúður eða er þetta? Nei, þú ert með Íslands slúður eftir. Já, sjálfsagt. Ég hlakka til að hér Íslands slúðri. Ég er mjög spenntur að Haukur Harðar, hvað, íþróttafréttamaður á RÚV, var hann að skýta? Já, hann var því miður að skýta og hann með vesen í Er það ekki gæði sem græti Ismara? Jú, let gutta grænja. Nú er það? Já, Það er á honum. Reiði hélt hann var að hættulega ansliðinu. En má ég fara í slúðri? Já, bara Ég ætla að byrja rosalegum móla hérna. Og það er af henni Madeleine West. Hún er að byrja aftur, þið kannski ekki við nafnið Madeleine West, en þegar ég segi ykkur að Dee Bliss er að byrja aftur í nágrönnum. Það sagði mér ekki neitt. Nei, það er mikið neitt. Ekki neitt bara. Alls ekkert. Það veit enginn hver þetta er. Það er öllum sama. Dee í nágrönnum? Já. Hún fór fram af klettinum í bílnum með Tóri. Ok, með Fyrir hún Tóti? nýgift, þetta er bara frægast að segja hann í nágrönnum. Hvernig getur hún þá komið aftur? Af því að hún fannst aldrei. Kletti. Hún fannst aldrei. Menn héldu hún að þið druknað en hún að koma aftur. Það er að góða. Kjafta er þetta. Býttu, hvað sagði, eftir 13 ár? Já, hún, eftir 13 ára fjarveru, þá er hún að mæta aftur. Býttu, ég skil ekki handritið þá. Bara, þú veist, hún keyrir út í sjó. Tóri lifið það, sko. Já, endaði Tóti minn maður. Já, hann lifði af. Hann er besti náungi í öllum heiminum. Hann er giftur í dag í þáttunum, þannig að þetta getur verið vesen. Hún er að koma aftur núna. Hvernig, ég skil ekki, hún keyrir fram að kletti, og í sjó. Með honum, já. Með honum. Hann keyrði fram að, þau voru að kyssa. Og hún lifir það af og ákveður að synda í burtu og fara einhvert í 13 ár og koma aftur. Já, þú voru að horfa á þáttunum til að vita hvað gerðist. Ég hlust ekki á það. Það er hún meira en 10 skall á þátt eins og Tóri. Þetta er eitthvað skellur fyrir, hérna, hvað heitir hann? Sean Maloney? Ryan Maloney? Ryan Maloney. Það fær ekki eins og 10 skall á þátt, sko. Jó. Nei, ég held ekki, sko. Við vorum búin að ræða það. Hann er ekkert einhvern toppleik. Hvað er hann metin á? Hann er metin á. Já, skrifaði, hann er líka Ryan Maloney, heitir hann. Hann er líka að googla hvað ég er metin á. Þú dröllapið, þú sveppi fokkin krull, sko. Ryan Maloney, við vorum einhvern Ryan Maloney er metin á $600. Það er alveg slatti. Er það slatti? Hann er búin að vera í Neighbors í 20 ára, hann byrjaði 96, hvernig var slatti? Hvað er þetta mikið? 70 miljónir? Sagði það ekki? Jú, 70 miljónir? Fyrir að vera í Neighbors í 20 ára? Hann er metin á 70 miljónir eftir að hafa verið í Neighbors á hverju degi í 20 ár. Þannig að hann geti ekki komið til Ísland bara og keypt sér einbýlishús í Grái. Þú veist, ég er ekki að segja að ég kúki ykkur peningum, ég geti það ekki heldur. En ég er ekki búin að vera í Neighbors í 20 ár. Mér finnst þetta hljóma ágætlega að vera metin á $600. Hvað er það? 70 miljónir, sko. Prófa að deila niður bara 70 miljónum á 20 ár. Sko, er hann bara á annarkort er hann að spæða sig kampa Ég er ekki starffræði síðan, mér finnst þess að þetta getið ekki. Hann er bara að fá 10 skall á það. Þetta er endar, ef við hugsaum út í það, þá er þetta ekki, já, þetta er ekki góð laun. Með að hann er stjarnar, sko. Er það ekki? Hann er ekki frægur. Þetta stendst ekki. Hvað er að metin á? $600, 70 miljónir, ég er að segja það. 70 miljónir, það getur ekki verið, ég trúi því. Sko, hann er búinn að vera í þáttunum alveg frá því að Dee fór í bílslysinu. Þannig að hann, veist, þetta er pínu skellu fyrir hann. En hvað Pínu? Pínu skellur? Sko, Tom Cruise er metin á $350 miljónir, sko. Hann er búinn ekki nokkuð bíómyndum á þetta. Pínu ökklið að eira að vera Toadface eða Tom Cruise. Það er eitthvað millilega á þessu. Já, mér er samt Toadface, ég held þetta að væri topp náðan, djöfull, þetta er lélegt með ég. Hann er meira að gera honum með Tom Cruise, sko. Hann er leikið Neighbors ykkur einasta deg. Já, ég veit það, en sko, svo má ekki gleyma því líka að Ryan Maloney, ég gerði allt sem ég gat til að fá viðtalið hann. Og gaurinn sem leikur Carl Kennedy sem var hérna á Íslandi og var að spila á Spot á sínum tíma, hann svaraði mailinu mínu
og gaf mér eitthvað mail hjá honum sem að Tóri svaraði ekki. Þannig að ég ekki tím Tóri, ég held ég væri, ég að muna það núna. Ég reyndi að gera allt til að fá viðtal við hann. Hann pakkaði það saman. Af hverju gerður allt til að fá viðtal við hann? Því mér ákveði bara að spjalla við hann og við vorum að ræða þetta ekkert um daginn. Við vorum að ræða Toadfish og það hefði ekki verið stemming að spjalla við kallinn. Við verðum að spyrja hann hvað hann að fá þá. Hvernig best að reikna þetta? Hvað þetta? Ég verð að reikna þetta. Ok, það byrjaði eru 365 dagar í ári. Þú ætlar að fara að deila 70 milljónum á 20 ár. Já, Ég held að sé ekki þannig sem þetta virkar. Nei, hann er líka búinn að fara á vesla, skilur, í matinn og hann hefur keypt sér bíl. Já. Heldur hann sé bara núna heima með 70 milljónir bara í vasanum? Ef hann er metin á það. Minna, hann getur vel að segja, nei, ekki krónu, nei, bara hús sem kostar 70 milljónir og það sem metin á, sko. Þetta er þetta pínu. Hann á basically ekki krónu. Hann er búin leikið nákvæmlega í 20 ára. Hann gerði versta samning í the history of TV. Þetta grínast, þetta er bara hræðilegt, sko. Það hefur engi gert verið samning, sko. Ég er að reyna að deila þessu núna, ég er að reyna að reikna þetta. Það sé svona illa borgað í sábóperu í Ástralíu. Af því ég hugsa að þeir sem að leika í Bold and the Beautiful, það er moldríkt lið. Charlie Sheen fekk $1 million á hvert þátt hjá Tuna Hefner. Já, nákvæmlega, það eru 120 milljónir, sko. Já, ég er ekki alveg að ná að... Nei, reiknivélinni, kanntu ekki á reiknivélinni? Jú, bara ég kann ekki að... Mér finnst þess að það sé... En það tóti aldrei í huga að byggja launahækkuna á 20 ára ferlið. Þetta er bara fyrsta sem ég myndi spyrja hann ef ég myndi fá viðtal við hann. Hann hlýtur að vera á kókaini. Mjög miklu kók á dælu. Ég held en það sé 100%. Hann hlýtur að vera búinn að spreða, sko. Það er enginn, hann getur ekki verið búinn að vera í 20 ár í nágrunum og sem metin á 70 milljónir, sko. Það getur ekki verið. Ég vann nú með meira á dælunni, það er bara... Það hlýtur að vera á dælunni, sko. Já, ég vann með meira slúður hérna en þetta er bara pakkin er lélugur í dag. Ég verð að viðurkenna, enda ef að pakkin byrjar á því að hérna dísi að koma aftur í nágrunum, það er bara hræðilegt. Ég tek þetta á mig. Þetta var slúður í dag, það fyrir ekki lengra, hann er metin á hvað sagður? $600, 70 milljónir. Það er bara alltaf að leggja í stuðin. Droppa við á Joe og fá sér juice og samloku. Og svo jáfnvel gott kaffe eftir. Það er reyndar þrennt. En hei, hver er að telja? Sjáumst á Joe and the Juice. Enski boltinn í beinni á 20 risatjöldum og sjónvarpum. American Bar. Nýi staður þinn. Takkið eftir. Tvöföld innegn fylgir öllum símum hjá Nova í dag. Látið ekki segja ykkur það tvisvar. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi. Crispy kjúklingavangir, safaríkur hamborgari og súkkulaðishake. Roadhouse. Ég veit alveg að þessi ör ekki fara neitt. Ég verð með þau það sem eftir er. Það mun bara minnum á að lífið er ekki sjálfgefið. Það þarf að vinna fyrir því. Segðu frá. Komdu út með það. Útmeða.is. Það skiptir miklu máli hvar þú kaskotryggir bílinn þinn. Hjá Sjóvá er bíllinn þinn tryggður fyrir allskins tjónum sem er ekki bætt annar staðar. Gerum tryggingar betri. Sjóvá. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Ég þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og við drenginni þökkum ykkur kella fyrir það. Ógeðslega leiðilega lag var þetta. Veitu hvað, ertu bara að rakka niður öll lög sem er í spilunum? Ég tekur þetta alveg undir þetta. Býta aðeins. Áðan var Aron Kahn ömurlegur og... Aron Kahn ekki að syngja, þetta tala um hann. Ég var bara að spyrja hvaða ógeðslega lag var þetta sem við vorum að hlusta á. Þetta lag heitir Waiting for Love og er með Avicii sem er mjög vinsælt blöðusnið. Delete this song. Hvaða lag vilt þú? Hvað vil gamli kallinn heyra? Hvað vil gamli kallinn heyra sem er ekki tilbúinn í nýbylgju rock? Hætt að kalla mössum gamla kallinn. Nei, ég fíla alveg FM tónlist, sko. Mér finnst þetta bara leiðilegt lag. Ekkert mál. Hann er rétt á sinni skoðun, sko. Já, og ég væri til í Stones lag. Ég skal spila fyrir Rolling Stones næst. Ég held að það sé bara líka holdt fyrir alla þessa ungu krakka sem er að hlusta. Að þau bara fá að kynnast Sympathy for the Devil til dæmis. Ég skal spila fyrir þetta. Ég lofa. Skal ég hætta þessu? Það steytist í íslensk slúður en ég held að Egill, það er ekki komið að þér, ætluðu ekki bara í spurningakenna. Já, það fórum snemmingin í dag. Já, það hristir því. Akkur ekki. Já. Hvað varstu með áttur? King of Hangover? Já, út af því að menn eru reiðgæðir og... Já. Er það eitthvað sem þú vilt vinna eða er það eitthvað sem þú vilt tapa? Það að þú vilt tapa. Ég held þetta. Ég hef aldrei viljað vinna þessu keppni. Nei, það eru fáar sem að vilja vinna hjá hann. Maður byrjar á því að vilja vinna hana eftir fyrstu 2-3 ár.
svo fer þetta út í það að þú vilt alls ekki vinna þessi keppni. Þú vilt bara að fara út úr þessu stúdíó eða eitthvað. Og við hefum ekkert að spila, við viljum ekki spila Trailerinn. Er ekki þyrlur og eitthvað? Já, hann líka að spila bara alltaf 1/10 á hann, sko. Hann 2 mínútur, sko. Já, ég ekki að fara að spila hann allan, sko. Akkur ekki? Hann hræðilegur. Breyta til. Hafði hann undir. Breyta þess til. Leið mér að heyra hann. Hann hérna. I'm gonna ask you a question. And I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! And I'm gonna need an answer. Bara svo vitið það, þá 1,5 mínúti eftir núna og ég bara ekki að fara að spila með þessu. Á hvað var ég að hlusta? Bara mesta rugg. Ógeðslega reiður, ég verð að fá sögur. Já, hörðu, þetta verður athyglisvert að sjá hver lokar þessari keppni. Á ekki bara að byrja? Já, hvað, King of Hangover? Já, og þetta eru 11 spurningar og þetta verður athyglisvert. Við byrjum þetta bara... Bara svo vitið það, Seppi, við værum ennþá hlust á trailerinn, sko. Já, ég væri bara til, sko, ég hef ekkert annað að gera. Hefur verið þunnur á virkundegi? Já, við erum það núna. Við erum það núna, allir stig. Já, ég er ekki þunnur núna, en ég hef verið þunnur á virkum degi, jú. Allir með punktana. Ertu þunnur... Er það jákvæmt að fá punktana? Já, auðvitað. Ef þú vilt vinna. Ertu þunnur akkurat núna? Já. Já. Það er punktur á blöð, punktur á... En þú ert að spyrja eitthvað sem hún veist. Sveppi, þú veist það að þú þarft að vera 100% hreinskilinn. Það er regla þetta inni. Já, í þessari keppni. Hvenær er maður þunnur og hvenær er maður ekki þunnur? Þú ert þunnur. Já. Þú bara það er þannig. Þú lást í sófanum minna frammi því ég labbaði inn á hann, sko. Þú ert þunnur, sko. Þannig að það er bara næsta spurning. Hefur þú verið paparazzaður þunnur á Benidorm? Paparazzaður þunnur á Benidorm? Já. Ég reyna að forða þetta. Það er punktur á blöð. Hræðilegt. Já, þetta er hræðilegt punktur. Ég vil fá aðeins útskýringu á þessu. Þú var paparazzaður þegar það var þunnur á Benidorm. Hann vissi að ég myndi segja já, við vorum einu svona Benidorm og Egil, það var eitthvað sem tók mynd á okkur og vorum að segvei og það fór á deva.is. Hræðilegt. Veitu, af hverju segir þetta svona casual og þið tveir voruð á Benidorm á segvei og þú bara segir þetta eins og ekkert sé? Eins og ekkert sé sjálfstæði. Við vorum einhvern veginn bara Benidorm á segvei og tekið mynd á það. Ég skal alveg segja það hvað það var. Típlið sem situr þetta beint á móti mér, fekk heilahimnubólgu, lá meðvindandalaus á spítala þegar hann átti ammali. Kannski ekki gefa honum ís? Þú þurfti að fara með hann á segvei á Benidorm? Ég fór upp á spítala og ég sagði við hann, Egil, þegar þú jafnaði á þessu að gerðir í ammalskjöf, við förum eitthvað saman og hann bað Benidorm. Já, þetta. Það var ekki ég sem sagði, ég er búin að bóka okkur 2 til Benidorm. Það var það sem hann bað Býtu, þannig að ef ég verið veikur, get ég þá bara beðið eitthvað drasl frá þér? Ég myndi örugglega að gera eitthvað fyrir þú, myndi liggja meðvindalaus ammælistæðin, já. Hvað, myndir þú vilja fara að segja á Benidorm þá, eða hvað myndir þú frekar vilja gera? Ég myndi bara vilja gera allt og ástæðan hann var að segja, hefur verið paparazzaður þunnur það tók eitthvað mynd og ég var búin að reyna að fela að vera með Benidorm. Ég sagði til dæmis bara í fjölskyldu mínu, ég var að fara til Spánar. Nei, bara málið það, þessi setning sem þú sagðir leaves a lot of questions. Þið tveir á Benidorm, þunnir á segvei. Það er bara eitthvað sem að... Bara hræðilegt. En hvað, heldur ég sé að mannta með þessu? Nei, manni finnst bara svona eins og þið þyrftu báðið kannski helviti marga sálfræðatíma. Þetta eru 5 ár síðan, sko. Það er 3-2-2 fyrir blöð. Hann er staðinn í daginn að vinna þetta. Næst spurning 4. Hefur þú vaknað þunnur, færið símtal, ræskir þið vel og svara svo fárlegar ferskur? Halló? Hvað, ertu bara að reyna að stríða mér? Nei, ég bara, þú veit bara... Já, ég tek það. Já, þetta er hræðilegt, maður verður bara að viðurkenna. Það er ekkert hræðilegt. Nei, við erum bara þunnur heima og svo bara tekum hæ! Maður er alveg feika föngið. Maður hringir síminu bara anskotinn, það verður að hringja út af djöfull, nefn ég geta... Já, blessaður. Já, nei, ég var ekki að vakna. Nei, ég er ferskur, ég er alveg í stöði, sko. Þetta er punktur, já. Ég held að allir gert þetta. Þetta er mjög spennandi. Á allir gert. Það er 4-3-3. Hefur þú pantaði pítsu þunnur?
Já, það bara frekar hefur einhvern veginn ekki gert það. Allir sem eru eldri en 18, eða 20 allavega, hafa gert það. Já, af því að úlingar panta sér ekki pítsu. Nei, þú veist, ég bara vona að úlingarnir sé ekki, ég vona að leysi mig bara 13 ára, sé ekki blind upp og þund og... Þetta er mjög spennandi. Ég tala 17 ára lið panta sér alveg pítsu í þingunni, sko. Ég er að peppast alveg vel upp. Ég veit ekkert hvernig þetta fólk byrjar að drekka. Það byrjuði ekki allir 11 ára svo þú reyndar. Hefur þú sendt gellu skilaboð? Já, ekki segja gellu, segðu bara, þú veist, konu... Þetta stendur hérna í blaðinu, stendur. Já, hver skrifaði þetta á... Stendur þetta bara í tölvuninni? Þetta stendur í tölvuninni? Veistu ekki hvað skrifaði þetta? Þú skrifaði þetta sjálfur. Þú skrifaði gella. Hver skrifaði gella? Sem er eldri en 5 ára. Ég myndi alveg skilja einhvern 5 ára frænda minn sagði bara, ég var í skóla og var gella. Ok, en það stendur á blaðinu. Það verður stekt, ég myndi ekki lesa það stendur á blaðinu. Og það stendur þar, hefur þú sendt gellu skilaboð, hvort þú vilja kíkja yfir í þingunni? Nei. Nei? Nei, þetta ekki nei á alla. Ekki tala núna. Já, í gamla daga? Já, bara einhver tíma. Ég byrjaði með konunum minni, þá voru ekki einu sinni gemsa, sko. Hæ? Jú, reyndar. Já. En ég er að segja að ég var ekkert eitthvað, ég var á MSN, sko. Og varst að senda þar eitthvað? Ég var ikkinu daginn sem ég kynntist henni, sko. Og sendur eitthvað drast þar? Það var mjög bara ekki, hugur minn var ekki komin svo langt að ég myndi fara að reyna að fá eitthvað yfir. Nei, þetta er nei á alla. Er þetta nei á alla? Þetta er alltaf að nei á mig. What a bunch of horseshit. Við erum allir hérna... Ég er bara búin að vera mjög lengi með konunni og annars vil maður líka bara vera í friði fund. Ég vil bara vera heima og horfa á sjónvarp og hendi eðlur. Svo fyrir utan það, ef ég myndi fara að biðja mig, ég er bara svo hræddur við höfninina, sko. Þegar að gellan, eins og þú kallar hana, myndi segja bara, leið mér að hugsa, nei. Ég ætla bara að fá að vera hérna. Það er langt ekki sem viltu ekki kíkja þess á mig. Kíktu yfir? Bara ekki neitt, sko. Það er bara einhvern á ekki og ég þekki ekki neitt. Það er eitt við þingunum, maður er hrættur við höfnun, sko. Þetta er alltaf nei. Það er alltaf að einhver bankar heimaði mér og bara skriðandi sófa. En ég þarf svar frá þér, Auðun. Þetta er nei. Þetta er blöð. Já. Þú getur ekki sagt. Þetta getur ekki auðvitað nei. Já, setja punkt á það. Setja punkt á það. Já, fuck it. Er þetta að slátra þessu? Já, 6-4-4. Þetta er spennandi. Hefur þú vagnað þunnur og hendið strax í bjór? Já, bara alla þjóðutir, held ég. Punktur og blöð. Já, ekki bara punktur og blöð steindi. Ég hef hort að þið gera það, sko. Það er ekki verið að steinda mig hérna eitthvað sem eitthvað bara þunnan grafakall, sko. Ég hef hort að þið gera það, sko. Og þið líka, Svetti. Þið fríka úti. Þetta er punktur og alla. Ákveð alltaf halda þeir alltaf inn í kjafti. Ég bara var að bíða eftir að fá að svara. Svaraði. Já, við vorum báðir bara að bíða eftir að fá að svara. Ok, svaraði. Ég vaknaði þunni og fengið mér eitt skýtkaldan. Það er alveg rétt hjá Röddi, þú ert ekki að koma sérstaklega vel út úr þessu. Jú, allir maður kannski einu sinni gert þetta eitthvað. Já, einu sinni. Það er helviti góður. En það er yfirleitt vegna þrýstings. Já, frá þetta líklegast, sko. Já, allt mér að kenna. Það er áfram með þessu ógeðslu spurningu. Hefur þú vagnað þunnur í þveng? Nei, loksins getur sagt nei í þessu drasli. Ég held að ég sé bara saklaus á því líka, ég hendi í eitt. Hvaða skrýtna djamma þá í gangi líka? Þegar þú vaknar þunnur í þveng. Ég slakka þetta að heyra hvað setja sig. Það getur vel verið að sveppa að vakna í þveng. Líklegastur. Já, ég hef ekki gert það, ekki svo í munni, sko. Þetta er skellur, það fikk engin punkt hana. Hvað akkur eftir maður kannski hefur farið í þveng í einhverjum gríni og gilli og svona, skilur þau? En ekki þannig að ég sé að klæða mig í hann til þess að vakna í hann daginn. Það er alveg gall. Ok, hefur þú hort á fullorðsefni, þunnur? Er þetta ekki hérna bara næstu spurning? En er ekki, þú veist, maður veit náttúrulega ekki hvernig það hlusta. Ekki vera að staldra við þetta. Það er ekki fullt af fólki bara núna út að keyra og rauða ljósi og bara með krakkan í bílnum. Næstu bara. Klukkan er 4:30, það er fólk að sækja börnin á leikskóla núna með fullan bíl og krökkum. Næstu. Ætlar þú að svara þessu bara? Nú spyr ég þig. Til dæmis bara Kilbil fullorðinsefni. Já, ég hef hort að fullt af hryllingsmyndum og... Hann er ekki að spyrja því. Nei, ef við ekki bara fara næstu. Já, ég var til að svar frá Mushroom. Þetta er að tala hvort ég hafi hort á allsbett fólk þegar ég þunnur. Já, það er basically spurningin. Já, þetta ég sé það, sko. Já, gett það. Það er punktur á Mushroom. Næsta bara. Steinþór?
Já, jú, allir, maður hefur kannski einhvern veginn að sé það, vænt að ég, svona, jú, ætlum að fá eitt punkt af það, eins og strákandi bara. Eins og strákandi. Þetta er bótið dottið inn einhvern tímann. Þetta er punktur á alla heldur bara. Næstu spurning. Móðalega finnst þið gaman að það. Ekkert smá. Heyrðu hvað hlæra að sjálfur sér. Stoppa kemna og svo við getið farið og skemmtið með. Bara 2 spurningar. Þú ættu áfram vættir? Bara 2 spurningar. Já, það er mjög gott. Hefur vagnað þunnur og hugsað, nú drekk ég aldrei aftur, þetta er búið. Já, ég sko... Maður hefur hugsað, já... Hvað sagður þau? Fyrir 8 klukkutíma síðan. Ég sko, málið er að maður hérna, en þú varst að hugsa þetta bara í morgunsefinu. Nei, ég sko, málið er að, sko, maður hefur alveg pælt í því, en það er kannski, maður veit samt alveg að það er engin alveg að baka það. Maður hugsa bara, nú er þetta er bara, þetta var seinasta ralli mitt, en maður veit maður að segja, þetta er alveg svo í flugvél, að það kemur smá hristingur, þá fær maður alltaf inn að lofa öllu fögru svona inn í sér einhvern veginn. Þú veist, einhvern veginn, en jú, þetta getur við dottið inn. Já, maður getur verið þungur í þingunni. Og síðasta spurningin, hefur þú notið ásta þunnur? Já. Það er ekki bara eðlilegt, við erum allir fertugir sko. Alltaf fullir. Hvernig fóru þessi ógeðslega kemni? Ég svar frá Mössum þetta. Já, hún finnst þetta gaman að Hvað kallar það að njóta ásta? Getur maður verið einn í því eitthvað? Já, svona, já. Varstu búin að svara því? Ég myndi alveg gefa punkt á. Fyrst punktur það áðan. Nei, ég meina ég er búin að vera með konu í 15 ár, skilur. Já. Hann er bara að Þannig að það er já þá þar eða? Já. Sveppi, heyrðu hvað komið fyrir? Nei, býttu ekkert að setja tónlist á hann að krýna sigur. Já, hann aftur að segja eitthvað vann keppnin. Það er öllum saman Þú ert king of hangover. Já, frábært, takk fyrir það. Fáum smá Rolling Stones fyrir gamla eru nú fáanlega í Hagkaupskeifunni, Garðabæ, Kringlunni og á Akureyri. Salmax, þú í þínum besta. MacBook, físlétt í framhaldsnámi. Ekki vera ferkvölduð. Epli, Laugaví og Smáralind. Septemberblað Glamour er komið út. Allt sem þú þarft að vita Haust- og vetrartískuna, treyðir eintak núna. Mexíkóskir dagar í Hagkaup. Ferskt guacamole með eða án kóríanders. Hagkaup. Páll Óskars á NASA við Austurvöll. Yes, ég fæ að spila á staðunum sem ég elska mest í lífinu, NASA við Austurvöll, laugardaginn 17. september. Og ég ætla sko að gera allt sem í mínu valdi stendur til að gera þetta aðeins beautiful pallaballi og frekast upp með Bacardi í hönd. Ég sé ykkur bara á NASA við Austurvöll. Þá mætir þú til mín. Lukkar allt og vel, enginn eins og svo þú má sko rúlla með. Inn á heimabankan á ekkert fél. 1909 viltu redda mér. 1909 við reddum þér pening. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það er rétt, við drengir getur staðfest að þeir eru með 6 í fötu þarna í Keiluhöllinni. Þeir eru að hlusta FM 95 blöð, við þökkum ykkur kella fyrir það. Þeir eru með fötu. Við verðum til 6 í dag. Já, og talandi Keiluhöllina, að þá er náttúrulega Chelsea-Liverpool í kvöld og það er hægt að fara og sjá hann í Karlsberg stúkunni og jafnvel við gefum 2 miða í þá eftir. Sem veimi það. Það verður herfi í leikurum að ég veit ekki með hverjum ég á að halda. Chelsea eða Liverpool? Liðin sem ég held mest með. Ég er enda að vera fínt fyrir United menn að Liverpool myndi vinna. Ég held nú ekki oft með þeim, ég haldi með þeim í kvöld. Liverpool? Já, út af því að Chelsea gæti alveg verið að stríða okkur United mönnum á topnum með Liverpool á ekki breyka sem hölduð með Liverpool í. Reyndar eru bóluðarnir með gott lið núna, það verður að gefa það. Herðu, við ætlum ekki að fara að ræða það. Við ætlum í sturluða hrossakýtur og þetta er ekki flókið. Ég les upp 5 sturluða staðreyndir, einhvað þessi kjaftaði og drengirnir er að giska hvort þetta sé sturluð staðreyndi eða ekki. Þeir eru tilbúinir? Já, við erum klárir. Og hver vann áttu síðast? Það var jafntefli ekki? Ég vann síðast. En ég satt bestur í þessu. Og það er líka núna vilja hlustendur sem eru hvort sem eru heima í bílnum eða eitthvað. Ég vilja þau svari upp að þetta er sturluð staðreynd eða ekki. Já, svari upp á bílnum. Það er skemmtilegt að lifa svona hlustendum að taka þátt. Já, þetta er tilbúinir. Já, hlustendur til að byrjum við á fyrstu. Að nefna Belju með nafni og kalla hana sem sagt eftir nafni hennar eykur mjólkurframleiðslu hennar 3,5%. Hvað, 3,5? Já, 3,5%. Hvað meinar það? Maður ætti bara Belju. Já. Maður myndi bara kalla hana Stínu. Já. Og þá er meiri mjólk og kalla. Já, Stína mín. Stína kottu. Já. Það eykur sem sagt 3,5%.
Sko, þetta náttúrulega getur, sko... Mér finnst þetta bara svo mikið rugg. Þetta lítur að vera bara að þú tala við dýrin, að þú gefa það meira af sér, eða? Já, líka bara 3,5%, þetta er svo ógeðslega lítið. Það samt, sko, málega dýrinu líður vel. Ef þið líður vel, þá farið meiri mjólk. Ef það er stressa og það er álega á því, þá framleiður hún minni mjólk. Þetta er streitulosandi að fá að heyra nafnið sitt reglulega og klappa henni eða Stína mín, hvað er þetta? Klappar hann að kinninu og svona? Ég segi þetta sé correct. Ok, Sveppi? Já, ég segi líka að þetta sé rétt. Já, ég ætla líka að segja þetta sé rétt. Næ, það er rétt hjá okkur öllum. Þeir eru fann að elda mig bara. Ég byrja að vilja í þessu. Þannig að ef það er einhverju bændur að hlusta, þá myndi ég nefna beljurnar eitthvað og kalla það með nafni. En ekki þú að gera neitt meira við þar en það? Nei, ég var bara mjólkaður. Það er svo þannig Froskar keppa í störu. Já, mexikanskur störufroskur. Ég heyrt hann einhvern tímann. Hefur þið heyrt hann einhvern tímann? Nei, ég gæti reyndar að hafa heyrt hann bara South Park eða eitthvað, en ég ætla að segja já. Hann keppir í því. Hann keppir hann í? Byrju komin að keppir hann í? Hvað, bara farið... Hvað, mæla sér mót bara? Hefur kl. 5 á tjörninni? Allir sem vilja koma með að koma og vilja stara þetta? Það er ekki segja. Ég hef alveg farið í störu, ég hef sagði ekki að það hefði hittum kl. 5 á tjörninni. Þetta er plan ekki störu kemna. Þeir bara fara í hann að þið sjálf. Þeir hittast og bara stara á okkur annan. Þeir plana hann ekki. Hvernig orðaði? Segðu þetta aftur. Ég er bara komið keppniskap í kallinn. Ég sagði, froskar keppa í störu. Er þetta stjórnlega staðrind eða ekki? Ég sko... Þetta sé algjörst kjáft. Ég held að þeir fari í störu, sko. En ég veit ekki hvort þeir keppi. Það er ekkert meðvitað það. Nei, hvað er bara metali og byggar og velunapallar og áhörendur. Ég er ekki sen, sko. Og hvað gerist við annar blikkar síðan? Tapar hann, bara eins og okkur væntalega. Og er hinn þá bara hérna, yes, farið burtu hann að... Svariði bara. Já, sko, ég myndi segja að froskar geta alveg farið í störu. En ég vil... Ég fá já eða nei. Já, sko, þetta er lúmstjáðir. Þú laumar inn að keppa. Ég skal umorða þetta. Fara froskar í störu. Fara froskar í störu? Já. Þú vilt umorða þetta þannig? Já. Já. Nú sé ég alveg hvort að gera. Þetta er hrossaskítur. Þetta er hrossaskítur. Hvað segir þú, Sara? Ég hef búin að svara hrossaskítur. Já, ég ætla að segja að þetta er correct. Egil er undir, þetta var eitthvað sem ég bjóð til. Anskotin! Ég klárast maður í haug. Ég tók sénsinn að fá punktin á það, sko. Já. En fannst þér ekki eins og við værum búin að góma auðvitað með þetta væri... Þú byrjar á að segja jásamt, sko. Má taka þetta tilbaka. Nei, sko, málega er að þið fara í störu myndi ég halda, en þið kepp ekki því, sko. Þú laumar að þið keppninni. Elsti fiskur allra tíma var 226 ára. Old piece of fish, maður. 226 ára. Sikk hann er gammalt. 226 ára, það er þetta fárlega gammalt. Djúðan er gammalt. Getur að finna fiskar, verður ekki bara svona 7 ára? Ég meina, að þú talaði það? Nei, ég bara að hugsa, þú hendir bara Sörtun Tóbi út í höfn og hissi á landi einhvern marknút, þetta er að sé bara 200 ára. 200 ára? Nei. Það getur ekki verið, sko. En það er gaman. Það er ekki að tala um að allir fiskar hafsins séu bara 200 ára. Nei, þá hlýtur meðalaldurinn að vera svona 80 ára. Þá er meðalaldurinn svona 100 ára. Ef elst er 200 ára. En kannski einhver tegunda fiski sem að varð langlíf eða eitthvað. Já, en það getur samt ekki verið að bara eitthvað venjuleg sjóbyrtingu sé 100 ára. 100 ára gaman sjóbyrtingu. Það er enginn að tala um það, ég spurði bara. Ég er að fara bara Reynisvatn, ég er með veiðileyfi og veiða 5 fiska, ég ætla að veiða 100 ára gamla fiska. Hvað ertu farin með þetta, maður? Herru, ég er bara, hvað er þetta, rugglaður? Herru, svar. Ég ætla að segja að þetta sé rétt. Þú segir þessi rétt, Egil? Ég er rámt. Rosalega gammal fiskur, ég ætla að segja rétt. Þú segir rétt en samt að tala um hvað þetta verið gammal fiskur? Já, ég verð að segja rétt. Þetta er rétt. Já! Þeir eru jafnir, Egil er að skilja það bakís. Já, það er 2 réttir. Barnadúfur fara aldrei úr hreiðrinu. Barnadúfur? Pínlítið börn sem eru dúfur. Ég meina, hversu lítil börn er þetta? Pínlítið börn? Bara baby pigeon. Pínlítið börn sem eru dúfur. En hvernig... Það er það setning. En hversu ungir eru ungarnir? Já, við á aldrei svona 0 til 2 ára. Nei, bara 2 ára? Ég er bara svar. Það er ekki úr. Já, ég er bara að spá í hversu lengi, en sko,
Já, þú meina hann í hreiðrinu þangað til hann bara Það er úlingur eða? Ég set sér rétt. Hvað heldur að... Þetta er dúfa! Já, hann verður bara 14 ári í hreiðri eða? Ertu að segja það? Heldur að dúfur verið 14 ári? Nei, hvað heldur að vera gamlar? Ég bara veit... Ég er bara að reyna að ímynda mig hversu lengi þær eru þá í hreiðrinu, skiljur. Ég get alveg trúið að hann yfirgef ekki hreiðri í viku. Nei, sko, þetta er ekki að vera verið í hreiðrinu mörg ár. Þetta er ekki svo að vera með unga barn heima hjá sig. Ég veit allt það. Þetta er bara dúfa sem er í hreiðrinu kannski í svona 4 daga eftir að hann fæðist. Já, 4 daga. Svo flýgur hún bara í burt. Já, og fer bara, hún stoppar hérna aldrei, hún flýgur og fer, sko. Já. Hún kemur ekkert aftur í hreiðrið og hittir foreldra sína. Nei. 4 daga, segirðu? Nei. Sveppi sagði 4 daga. Ég er bara svona, bara að segja að það gæti verið á því tímabil. Þetta er búin mútur og klindadryggir. Já, ég ætla að segja að þetta sé, ég ætla að segja þetta sé ránt. Býtu. Ég ætla að segja þetta sé ránt. Þú segir þetta sé ránt, Egill? Ég þarf að Sveppa taka það fyrst. Ég ætla að segja þetta sé rétt. Anskotni voru þeim að segja það sama. Rétt. Þetta er rétt. Steindi er komið einu verti. Ef þú hugstar út í það, hefur einhvern tíma séð litla dúfu? Baby dúfu? Aldrei? Nei, ég hef oft séð samt litla andarungar hlaupið yfir götur og hefur vesen. Ég veit það, ég spurði dúfur, hefur þessi einhvern tíma séð litla dúfu? Ég held bara ég hef ekki séð dúfu, með berum augum. Nú en í evrópska draumnu trúum að reyna að ná henni. Já, ok. Það er fugl, sko, þú getur ekki bara að fara út á plan og séð dúfu. Fugl? Ekki fugl? Það var í tísku í gamla dag að dúfur í kofa, þetta er bara algengasti fugl sem þú finnur. Ég held að það væri bara... Er þetta reyfugl? Ég held að það væri bara svo örn. Þrestir og mávar hérna á búið. Hitt gott veitlega smá. Það er síðasta. Það var svona bátt með mig inn í stúdíu. Já, ég líka. Ég bara vissi ekki að það var hægt að svona veitlega. Síðasta. Það er bær í Rússlandi þar sem maður mátti ekki fara út eftir klukkan 9 á kvöldin. Ég kannast nú eitthvað við þessa. Það er curfew, eins og þau segja á ensku. Útivistarbanni minna, það er bara hérna á Íslandi líka. Má enginn fara út. Krakka með ekki fara út eftir 10 á veturnar, eða sumrin eða. Það er að banna fullorðnu fólki að fara út. Fullorðnu fólki? Það er bara enginn í bænum að fara út eftir 9. Það má enginn fara út eftir 9. Já. Alltaf er það. Ég meina, þetta væri vant fyrir business, sjoppur og fleira. Já, maður eins og hrossaskítur það, sko. Þú ert ekki að fara að opna skalla. Opna skalla í Rússlandi. Og líka bíó, má það ekki vera að fara í bíó á daginn þá? Það er ekki 10 bíó. Það er enga snilling til að átta sig á því að þetta er hræðilegt að það veri allt búið klukkan 9 á kvöldin, sko. Já. Ég er bara að spyrja hvort þetta sé satt eða ekki. Ég held þetta sé kjaftaði. Þetta hljóma svolítið svo kjaftaði, en málið er það. Það er að vera bara með bæð það sem er bara banna að fara út. Er það bara einhver úti að bara passa að það sé engin úti? Ég meina, maður veit ekki. Bara, drullar inn maður. Ég er bara að fara út með röstum. Þá inn með þið drullar. Já, hversu gaman væri að vera einn úti? Ef þú vildi fara út og laumaður út, máttu ekki fara út og ferð út, þá áttu bara einn úti. Það er ekkert fyrir því. Inn með þið, drengur. Ég hugsa, sko, málega Sveppi búin að segja nei. Hann er einu stigi yfir mig. Þannig að ef ég myndi segja nei með honum sem ég langar að gera, þá var hann búin að vinna. Þannig ég verð að segja að þetta sé rétt. Þú segir að þetta sé sturlu starrend, hvað segir þú? Já, ég myndi alveg trúa rússanum upp á þetta. Þú segir já? Já. Sveppi rúst þessu, þetta var kjaftaði. Hvaða bær, ég varð að taka sensin. Hvað mátti ekki fara út eftir 9? Já, mér fannst það bara fara, mér fannst þetta hljóma svo. Rússin er sérstakur. Já, rússin er kannski sérstakur miðað við hvað þá, hvað við erum venjulegir. Mér finnst þetta bara að vera ágætisregla, mér finnst það bara að gilda hér. Þetta var Sturlu Höðar, Rósaskítur hér eftir smástundir Íslensk slúður og það ætti að vera hressandi.
vinir og lífsförunautar. Mushroom fór úr stúdíu. Eru það að hlusta hann er að mæta þarna. Við erum góðir. Hér á FM. Þú fórst bara eitthvað fram. 5. Ég var í símanum. Steinditjúm. Nálega að gera maður. Allt veit að gera gaman. Og Sverri Krull. Hörru, ég þarf að gefa ykkur update hérna. Ég fekk ekki að klára, ég var að reyna að taka kynninguna hann undir. Vonandi heyrði það einhver. Frábært. Ég búinn að vera að kynna mig svolítið Gem Iceland. Sem hvað? Erum við að fara aftur í það, eða? Ég ætla bara aftur Þú er þetta á snekkjunni sem er í jakkafötum af frændu sínum. Hvað er það? Nei, Vít, koma það, ertu búinn að vera að kynna það betur, hvað mennar? Já, ég er að elda aðalkónginn hana, sem heitir Luke Shella. Það er alvöru kóngur. Hvað er þetta gem? Þarna, vídeo hana með úlingunum hana, eða fólkinu hana á bátnum, sem var að snekkjunni, sem var að hella kampavinni og... Sem var sýndi þér áðan í snekkjunni. Já. Hvernig, varstu ekki ánægð með það? Já, ég held að það var bara eitthvað grín. Ég held að þið væri bara að horfa eitthvað svona flip í YouTube-myndband bara einhverjum bjánum. Þetta er ekkert grín. Þetta er bara núl grín. Þetta var bara eins og, bara við erum ofta að opna tölvurnar og hei, ertu búin að sjá flip-vídeó á YouTube og ég held að þetta væri bara eitthvað svona einhverjir strákar í vestló og búið til eitthvað skett. Þetta er bara mjög alvara, sko. Þetta eru viðskiptamenn. GM Ísland. Viðskiptamenn. Er þetta íslenski gæðar? Já. Luke Shella er, Luke Shella hljóma nefnilega svolítið erlend fyrir. Hann er kani, sko. Hann er kani. Ég þekki engan Luke Shella annan, sko. Þetta er ekki algengt nafn á Íslandi. Hann var gæinn sem sagði hana We want money to be in the right hands, sagði hann í byrjun. En veit okkur erum við að ræða þetta aftur? Já, það er bara uppdætt ykkur. Já, ok, er eitthvað að gerast þarna? Já, það er allt að gerast og... Er þetta orðið vinsælt og er fólk í þessu á Íslandi? Nú spyr ég bara, ég veit ekkert þetta. Ef þú myndir spyrja Luke... Getur þú sagt okkur bara frá þessu? Ef þú myndir spyrja Luke, þá myndir hann svara Big things are coming. Það er sem myndi fá. Þú veit að svara á því? Hvað var hann að svara að þetta sé bara eitthvað skemm og allir sé í ruglinu eða? Nei, ég held að þetta sé ekki skemm. Nei, ég er ekkert að segja það. Hann auðvitað segja það samt. Nú vil ég bara fá stutta útskýringu á því hvað kjafta þetta er. Ég vil bara fá örskýringu. Af hverju voru þessi strákar á bát í vondu veðri að taka upp vídeo með drón sem þeir fengu lánaðan? Segðu okkur. Er hann að tala um einhverja... Er þetta alvöru gæi sem er að biðja peninga frá fólki eða? Nei, hann ætlar að hjálpa að búa til peninga ekki. Já, sko, þú getur fengið 826% ávöxtun á ári. 826% ávöxtun? 2% í bankanum bara. Það er ekki bara í landsbankanum, það er 2%. Hvað er það að fá 800%? Það er konseptið þarna. Ef ég millifæri inn á 1 milljón, þá fæ ég bara 8 í næsti... Þú ert í toppmálum þá, ef þú millifæri milljón á þetta. Þetta er enda... Og þú veit, ég held að þú fyrir ekki að vinna með prósentu sem er hægt að kaupa. Þú kemur inn með kass, og séðan farðu upp frændaðan og bróðin og fleiri til að koma undir þig með kass. Er þetta píramíti eða? Já, ekki kalla þetta píramíta. Nó. Í alvörinni? Þú varst að lýsa píramíta, sko. Ég ætti ekki að tala um að þú ferð inn í þetta býður 15 öðrum, þeir koma inn og þeir bjóða... Þetta er bara fjárfesting, þú setur pening í hana, þú ert en investor hana, sko, þú ert að trader og þú fæði inn í hérna til að koma bara með cash sem þú ert undir þig þá og þeir rakin cash og fá vini sína til að rakin cash. Já, þú ert bara að lýsa píramíta. Já, ég er ekki sammála því endilega. Ertu ekki? Nei, það skiptir ekki. Hvernig geta allir verið að rakin cash? Ég held að þetta sé legit shit, sko. Allt sem að hljómar of gott til að vera satt er of gott til að vera satt. Nei, sko. Þetta er eins og ég sagði daginn. Hafið þið séð þættir sem þetta Parks and Recreation. Þetta hljómar eins og entertainment svæðin 2, sko. Nú er ég með 3 prófessora. Fyrirtæki sem er ekki að gera neitt. Hlustu á mig núna. Ég er með 3 prófessora. Þið ykkur 3 hérna. Og ég ætla að lesa síðasta status frá Luke Shella sem setti yfir 70 klukkutími síðan. Og hann er svolítið að drulla yfir ykkur og aðra prófessora. Hann setur mynda sér, sko stendur þú sér myndina. Hann er á svölum og það er strönd og hann sést í höndin á honum. Hann segir The rent to live here is as much as the average professor's annual salary. Who would you take financial advice from? Someone who lives here or a professor? Þetta status frá hann. Já, þetta getur Er hann basically að segja bara, herru, ég er ekki hlusta á prófessora í viðskiptum af því að ég er hérna á svölunum. Ég tek bara mynda þessu og þið bara leggja inn á mig. Þetta er rosa skrítið. Þetta er álur dæmi. Ég er samt vonað, það er einhver íslenski stráki, ég vonað að þetta sé gott og menn sé að græða og allir sé feskir, en þetta hljómar illa eins og þú lýsir þessu, sko. Ég þarf að lesa yfir íslensku blaðamenn. Þú þarf að vera að lýsa þessu við. Hörðu, íslenski blaðamenn halda allt sér skemm, þeir ráðast á þessa gæja, það mikið að þeir kiftu vídeónu út, leiðu þessum sér frábæra starfsemi með blómstræðina, segi ég. Akkur þarf að kippa vídeo út ef einhver spyrði út í það?
Það var allir að djöflast í þeim. Ert þú búinn að skrá þig þarna? Sko, Vísir hringdi þá. Þannig að blaðamenn að segja þetta sé, ok, ég veit bara voðalega lítið þetta, nú ég að viðurkenna. Prófessor í Íslandi voru í viðtali í viðskiptablaðinu og svo þetta væri sko, nútíminn Vísir. Við erum ekki að segja það. Nei. Við erum bara basically að ræði þetta. NBL, að tók allir á pökkuðu saman. Þessi blaðamenn sjá ekki þetta frábæra viðskiptækifæri sem þetta sko. Ég að fara rakin 826% ávöxtuð ári. Ert þú komin í þetta? Auðvitað ekki að fara í þetta. Í alveg? Hvað ætlar að leggja mikið inn í þetta? Ertu að reyna að vera heimskur í útvarpinu? Þetta er rosalega skrítið. Þetta að reyna að vera heimskur eða ertu bara fættur heimskur? Ég var að tala við Egil bara klukkan 2 í dag og þá var hann í símanu sínum að sína mér hvernig hann var að skrá sig inn sko. Hann komið með þetta í síman sko. Þú gerðu þetta grínast. Gerðu fyrir mig bara, þú veist. Ég hefur gaman að hitta þig. Ef það var heimskur, þá var ég að hætta að tala við. Gaman að hitta þig rauðu ljós eftir ár því ég er á að Hummer. Sveppi. Því ég veifa til þín. Sveppi, þú ert að horfa mann sem með 800 og eitthvað % vexti, sko. Nei, ávöxtun. Ef það er, þá er ég til. Ef þú getur lofað með því, þá er ég til. Þeir lofa þessar ávöxtun. Akkur ættu að ljúga því? En okkur, ef þeir eru svona... Það lítur að vera einhver smáaletur hana, sem er mjög smá. Og líka, ef þú ætlar að setja í þetta milljón, þá þarf þetta að eiga einhvers staðar miljard, því að þessi milljón er svo líklega til að hverfa út í buskana að halva þeirri nóg, sko. Líka, ef þú ert með svona mikið peninga, þá hefði heldur snekkjuvídeóið verið svona meira eins og Jay-Z myndband en ekki einhverjir rúlingar að skáli í, skrúdræðir, sko. Ég held þetta væri vídeo frá Vestló, sko, einhverju strákar í Vestló að fíblast. Bara svona I'm on a boat. Já, við ætlum að fara í Íslands slúður áður ég veit ekki á hverju byrja að ræða þetta. Ég veit það, ég er bara alltaf eftir ykkur. Fáum auglýsingar, svo fyrir við Íslands slúður með Steindór Junior. Ég ætla að skrá mig þetta. Við höfum opnað nýjan og glæsilegan stað á enn einum Ártúnshöfða. Eldsmiðjan. Lukkar allt og vel, enginn eins og þú, svo þú mátt sko rúlla með. Inn á heimabankan á ekkert fél. 1909 viltu redda mér. 1909 við reddum þér pening. Tvöföld inneign fylgir öllum símum hjá Nova í dag. Já, ég sagði tvöföld inneign fylgir öllum símum hjá Nova í dag. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi. Já, stærsti skemmtistaður í heimi. Golfstöðin sýnir beint frá 5. risamótinu í kvennagolfi. Evian Championship sem fer fram í Frakklandi. Bestu kvennakylfingar heims á Evian Championship 17. og 18. september. Tryggðu þér áskrift á 365.is eða síma 1817. Hvernig getur matur sem er steiktur á sjóðandi heitri pönnu verið svona ferskur? Walk On, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Ef ég mann rétt. Eitt punktublöð, rétt áður og heldur áfram. Ég ætla bara að lesa fyrir því hérna heilræði sem hérna Luke Sjölla kóngurinn. Nei, hættu nú með þetta. Eitt heilræði frá The King. Hann segir, I used to have a big ego and a small bank account. Já, frábært. Segir ekkert neina það þetta. Glæsilegt. Og síðan setur að mynda sér að sem hann er lítur mjög vel út. Við ætlum að fara í Íslands slúður núna. Mjög vel út. Hefur það komið að brakandi fersku íslensku. Hvað er það? I used to have a small ego. I used to have a big ego and a small bank account. En núna er það ekki þannig. Nei, ok, frábært. Nú var það vantilega lítið ego og stóran bankarreikning. Við erum ekki að tala meira þetta maður. Ég skil svo lítið í þessu. Ég næ ekki út að neyta þessu. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég bara skil þetta ekki. Förum í Íslands slúður. Herru, en það er brakandi fest í dag, íslenska slúðrið. Og fyrsti mólin, það er Haukur Harðar, íþróttafréttamaður. Já, þú varst að segja hann hafði að skýta eitthvað. Íþróttafréttamaður á RÚV, en eins og, hann er skemmtilegur. Toppnáðingi, með fótboltamannum. Já, bara á góðu vinnu minn, sko. Mjög góður og bara toppnáðingi yfir höfuð. En flesti vita að hann hendir oft í blellaður. Hendir í hvað? Þegar hann bara hittir menn, þá segir hann, þú veist. Blellaður? Nei, blellaður. Ég hef aldrei hitt það. Nei, blellaður, segir hann. Já, þetta er gott, blellaður. Ég ætla að byrja með það. Segir hann alltaf þegar hann hittir eitthvað, nei, blellaður? Ef hann mætir og syngt í veislu, hann horfir hann yfir hópinn, þú veist, og segir, blellu? Ég var bara... Blellu? Þú veist, ég var eftir staðar og upptekinn og... Nei, Siggi, blellaður, hvernig ertu? Já, góður bara, já, ok. Nei, Silja, blellu. Það er steiktast að segja hitt. Nei, hann nota, hann sko...
Hefur þetta eitthvað með slúðrið að gera? Hann mjög stoltur af blellaður og ég rauninni af orðinu blellaður? Bara eins og segja blessa? Hann segist það að funda það upp. Blellaður? Hann segist það að funda upp blellaður og hvað af ykkur? Ég ekki byrjaður hann segir bara blellaður hann hittir ykkur Sveppi, blellaður Haukur segist það að funda upp blellaður þetta bara eðlilegt og hvað segir hann að gera seint til veislu? Og hann segir bara, hei blalluð ég var að, það strákar nú voru þetta nema það sem nú ekki frásöðu færandi nema hann fór í brúðkaup daginn og þá hitt hann gamla kunningja sinn sem þekktu báði brúðhjónin og æsku vinir þeirra beggja sem voru að gifta sig og það er svo gaman í brúðkaupum æðislegt sko og þessi strákur hann heitir Orri vinnur hann sko, æsku vinnur og þeir hafa ekki sést lengi og hann gengur hann upp að Hauki og segir blellaður Segir Haukur við hann? Nei, Orri segir við Hauk sko bara blellaður og Haukur bara svona hvað sagður? Panik, hvað sagður? Og Orri segir ég sagði bara blellaður hvað heyrðu Dorsa? Haukur var hann óþægilegur og var hann æstur sko og svona skoðurinn bara ég veit ekki ég bara notaði þetta lengi þetta orð þú veist að ég fann þetta upp sko í skíðaferð í Nýjabæk það voru vitnaði ég fann þetta upp í skíðaferð sagði skoðurinn bara ég veist bara gaman að sjá þig ég var ekkert að segja neitt annað ég bara ég ætlaði bara að heilsa upp að þig heilsa upp að mig og splæsi blellaður sagði minn frasa hvað klikka þess klikka var hún reiður og hann var að brjála sko og það var bara svona fauk svo í hann og fólk var svona hvað er í gangi og hann fer upp á svið í brúðkaupinu Haukur náttúrulega búin að vera að sulla það voru líka það var fullt af fólki sem heyrði þetta skilur og það var orðið svona skrítið að Orri sagði Orri sagði við hann bara blellaður og hann sagði þú veist og þá var hann að segja skilur þú splæsi ekkert blellaður á mig sagði hann þetta er minn frasi þetta klikkaði og var bara reiður þú veist og sagðist að finna upp á þessi skíða fyrir 9. Og hann fer upp á svið og er orðið fullur og segir bara, þú veist, ég er bara að fá eitt á hreint þetta, sagði hann. Bara þið þekki mér flestirna og þú veist, og ég fann upp orðið blellaður. Þá voru allir bara, hvað er hann að tala um, þú veist? Ég meina bara, þú veist, Orri var með einhverja stæla hérna, sagði hann. Það er eitthvað að stela í ammir þetta. Not cool, sagði hann, not cool. Þetta er mesta rugl. Af öllu slúðri. Þetta er mesta rugl sem ég sé. Þegar var hann ofurölvi. Hann var ofurölvi. Hann var alltaf allt kvöldi og alla veisluna, sko, lappa upp á fólki og er eitthvað svona reyna að vera hress með þetta einhvern veginn, svona blellu heyrðu, þetta búið gott brúkum búið að stuði í kvöld og nei, hér er ekki blellaður, heyrðu, ég er spá svona reyna að sko láta alltaf trúa honum að hann eigi þetta, sko, þú veist út af Orra, sko þetta er af öllu er þetta mest að kjæfta sem ég heyrði þetta er alltaf sem hann er að segja sko ég hefði þetta þannig að Haukur Harða var í brúðkaupum daginn brjálaður að því einhver sagði blellaður og hann segist að funduðu hann segist eiga blellaður sem er reynda fyrst með fýtt frasi þú veist bara til hann ekki Haukur út að lusta þetta er frábæð frasi þetta er stýttir en blessaður þú veist bara auðvitað blellaður hvað hann gerir kvöld ég ætla bara að fara beint á Twitter en finna þetta og setja eitt blellaður og bara spyrja hann hvað það sé lægi að nota hann er æsið sér svona já maður skýtur þetta að segja já ég segi bara blelluð sko herru og það sko já herru það er alltaf þetta var fyrsti málin þetta var Haukur Harðar en eins og ég segi hann var þú veist hann gerði sér bara smá fíbli en ekkert vesen sko hann getur alveg borið höfuðið hátt og sett áfram blellaður sko herru þá er það er stelpa í dag Já, þú veist það er Sara Björk fyrirlið íslenska landsliðsins í fótbolta Já, og það er líka gott að peppa leikinn það er að fara að keppa núna korter í það er þetta búin að tryggja svo ég var að sjá það en samt fjölmenn á og peppa er bara einhver vináttuleikur þá eða? Nei, þetta er mikilvæg leikur Já, en það eru komnar á EM, það er ræðislegt og skoðum þeim innilega til hamingju með það en drullu saman Nei Steindaði saman kallalandslið Nei, mér er ekki saman einn landslið ég er bara mjög ánægð með þetta en Sara hún er svona trúðurinn í hópnum hún er hress, hún var í aðdurmenn vakar hún er svona, þú veist make me a bicycle clown sko hún er alltaf að sprella og er að grína sko stutt í sprelli henni hún er sem sagt sko hefur verið að stunda það svolítið að þegar liðið er að ferða saman sko búin að vera mikið náttúrulega á ferðalagi núna liðið og bæði hér heima og úti og sérstaklega svona þau fara á hótelherbyggi og svona þá alveg sprellar hún alveg á fullu sko og þá fer hún svona fær yfirleitt tekur hún þá taktika hún fær lykil í lobbyinu hjá einhverjum
vinkonu sínum. Ég veit til dæmis hún gerði þetta til dæmis við hana Dóru og Hallbyr og fleiri stelpur sem eru með henni í landsliðinu. Var hún að gera hvað? Já, þá fær hún sko lykilinn að herbygginu þeirra fer inn meðan þær eru úti og hendir í svona partybaldur. Bara meðan hendir í fer og hér er partybaldur. Partybaldur sem er hvað? Svona hvað ertu að gera? Það er bara hvað er það? Já, það er nú bara ágættu spurning sko. Það er svona Það segja hún sér bara inn á herbyggju og skýta. Það er svona flotari sko. Það skilur hún eftir flotara. Þú virka þannig að það skilur til partybaldur. Þá ferðu á klósetti, jú, þú gerir það og þú þarf náttúrulega að vera búin að borða eitthvað sem kemur alltaf stað, sko, og setur helst að reyna að hafa hann í heilu lagi. Og þetta segja Sara Björk síðan að fá lykil á öllum herbyggjum og síðan fara að gera þetta. Já, sko, þetta er alltaf það sem ég er að heyra. En þú reynir að hafa hann í heilu lagi í klósettinu. Já, sko, besta er að það reyna að ná, ef þú ætlar að hendi fullkominn partybaldur, þá reynir að hendi tengingu. Það er, sko, þá er hann í rassi, en þú veist, þá fer hann úr rassi í vatn án þess að slitna. Já, það er að ná góðri tengingu við partybaldur. Farið síðasta slúrið. Já, svo skeinur og setur pappirinn í meðfram skálinni, svo hann fer ekki, þú setur ekki á partybaldur. Farið bara í lokaslúrið. Þetta er mest að kjafta þess að þú verður að átta klósettið, þá sér þið bara fljótandi mjög stóran partybaldur. Ok, ég held að blella að verði kjaftaði, sko. Þetta er meira kjaftaði. Hvað er með lokið? Hún að gera þetta? Já, bara upp á, sko, þá kemur inn, sko, þetta er mjög klassískt náttúrulega, kemur inn og þá er bara gísa mótið þessi lykt og þetta er bara ömulegt og fólk er bara, hvað er þetta? Við þurfum að ringa ykkur í lobby og það er eins og ykkur bara, þú veist, dáið þetta inni, sko, bara, hvað er þessu? Ringa ykkur, þessi bad smellin hér og allt þetta og svo opnaði það klósett og þá sjáði partybaldur og það er svona the joke is on you, sko. Já, herru, hvað ertu með í lokinn? Sara hefur verið að gera. Herru, það er bara, ertu að reykja eitthvað? Hvað, herru, ég er að fá þetta send, sko. Það er, sko, slúrið búið? Ekki ráðast að sendi búið. Þriðji málinn, hann er mjög stuttur, hann fjallar Sigurð Hlöðversson Sigga Hlöð dagskrárgerðan. Já, seg mér eitthvað. Nei, ég veit alveg hvað hann var að segja. Siggi er feskur, sá hann á hann er á bylginu og það er allir festir. Hann er alltaf feskur. Það er snillingur. Eitt gamalt og gott, mér finnst það mjög flott lag. Þetta er fínt. Huge fan, eins og ég segi. Þetta er gott. Það styttist hér í augljósar staðrendir og við höfum líka eftir að fara í kortmunduru frekar og svo ætlum við líka hérna, við þurfum að opna eins fyrir Twitterinn núna. Við ætlum að fara í flottulagkeppnina eftir. Nei, hérna, já, flottulagkeppnina. Já. Og okkur vantar, ég er endar enn að fara í þema. Já. Nú er enginn okkur giftur, enn að fara bara hvaða lag myndur þú dansa fyrst í brúðkaupinu. Hvað er ég ekki giftur? Jú, þetta. Já. Þú fórst í brúðkaupi, sko. Vast í brúðkaupi? Hvað er eitthvað? Ekki giftur. Mössum er giftur. Ég glemdi í smástunda, ok. Hvað var fyrsta lagi sem þú dansaði? Það er ekkert skilin þótt hann hafi dottið það í gerð, sko. Allir að vona ekki. Maður veit ekki. Við dansuðum ekki, ég dansa ekki. Tókstu ekki einhver svona, er ekki alltaf í brúðkaupi fyrstu dansin? Ég dansaði í gær, sko. Já. En sko, málið það, þú varst í brúðkaupinu, það var ekki að dansa. Ég var í engu ástandi til að muna eftir fyrsta dansin. Ég held að þú myndi kannski muna að þú varst að gifta þig, sko. Sko, við höfum farið í þetta áður og það er við erum búin að tala þú veist, hvaða lag myndur hafa þú væri að fara að lappa inn í hringin eins og Gunni Nels í UFC. Hvað er búin að taka meira? Við erum búin að taka hvaða lag varum með í headphone-unum og var í íslenska landsliðinu að fara að keppa á England eða bara eins og Íslands-Slóvenía. Þú verður bara að lappa inn með á EM. Og líka þegar þú vart að njóta ástaf og líka með það. Herru, fáum einhverja góðar hugmyndir á Twitter og okkur vantar eitthvað gott þema í flottulagkeppninni. Viltu við hafa sér hvaða lag myndur setja á í brúðkaupinu? Þetta var að dansa við... Ég held að væri allir með svona fyrsta dansin. Jó, það er alveg. Ef þú giftið aftur Mushroom, þá setur þú vonandi ekki. Fyrsti dans. Það er að lélegt þema. Sveppi man ekki eins og sitt. En bara þegar Bauður og kistan er að fara á nýju jörðina, hvaða lag myndur við þá vilja heyra? Ef þú væri lifandi í kistunni. Þá myndi vilja hjálpa þér upp. Hvað er seinasta lag sem þú myndi vilja hlusta á áður og kveður þessa plánet? En ég með hugmynd. Hvaða lag myndir hlusta á? Liggur á ströndinni, á Beni, eitt kaldan. Ekkert Benidormi. Hvað var til í að... Hvað lag var til í... Af hverju Benidorm? Getur þú ekki legið annars það? Djöfull væri ég til að liggja alls þar annars það? Nei, bara þú liggur bara á ströndinni, having a hell of a time út með kaldan, ég væri til að heyra þetta lag right now.
Það er þetta ákveðst þeim, það þarf ekki að vera Benidorm, mátt ekki vera á Miami bara. Má ekki bara vera einhver starf Ég skil ekki þetta hatur sem Ben er að fá. Þetta er samt ekkert eitthvað svona crazy, bara liggja á strönd með eitt kalda. Þetta er eitthvað sem að menn bara búin að gera oft. Já, herru, við finnum eitthvað þema ef þið eru með hugmyndir. Sendu okkur endilega á Twitter með hashtagið FN95blö, flottulega kjarnin. Og já, ég verði til eitthvað góður hugmyndir. Hér eftir smá stund er augljósar staðreyndir og hvort myndir frekar. Við bjóðum alla krakka hjartanlega velkomin í barnaherbergið okkar. American Style. American Style. Höfðabílar kynna, nýtt og betra útisvæði, stórir, litlir, nýjir og notaðir. Við eigum bílinn fyrir þig. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin. Komdu í Dorma og gerðu frábær kaup núna í september. Memphis, vandaður og sterkur svefnsófi, tilboðsverð aðeins 69.900 krónur. Plano, nettur og flottur svefnsófi, tilboðsverð aðeins 49.900 krónur. Láttu drauminn rætast. Dorma, Holtagörðum, Akureyri, Ísafirði og Smáratorgi. Tufte Bambull, útivistafatnaður. Einstök blanda af bambus og merinóull. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Takkið eftir. Tvöföld inneign fylgir öllum símum hjá Nova í dag. Látið ekki segja ykkur það tvisvar. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi. Kvika kemur kvikmynd eftir Baltasar Kormák. Ég elska. Hvað með þetta verið þitt? Það er í rauninni ekki sem þig stjart. Óttur er horfinn. Hvað hefur gert? Eiðurinn, kominn í bíó. Eldgrillaður kjúklingur, grillaður í Rotasier eldofni. Hagkaup. Íþróttafréttir Stöðvar 2 á dagskrá öll kvöld klukkan 18:55. Þetta er feikilega gott skot. Öll helstu tilþrifin, mörkin og umdeildustu atvikin. Skotheldur sportpakki sem þú fær bara í kvöldfréttum Stöðvar 2. Stöð 2. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Kiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blö. Don't be a fool for the city nights. I know it's cool, but it's only light. Baby, with you, I could never lie. Don't go chasing all the headlines. 957. Hvernig var þetta? Þetta? Þú veist bara að fara beint í FM? Það er gaman að myndi henda smá metnaði í opnaðarnar. Nei, byrju hvað? Þetta er bara síðasta sinn sem ég byrði opnaði. FM. Eitt og opnar FM 957. Það er mjög gott. En já, þetta er FM 957 og við erum í gýr drengindir. Það er spá riði í mönnum en riðið er oft fínt. Já. You gotta take the good with the bad. Já, við leifum okkur kannski aðeins meira. Það er ekki bremsa kannski í dag. Það er galsi mönnum. Það er galsi, sko. Vona erfið það enginn við okkur en það er komið að dagskrárlið sem heitir Hvort myndirðu frekar. Og þetta er nú liður sem er oftast í byrjun þáttar en við stokkum þetta eins upp í dag. Og ég ætla að byrja að spyrja ykkur drengir. Hvort myndirðu frekar vera með dekk fyrir fætur eða þurfa að syngja allt sem þið segið? Að vera með dekk fyrir fætur. Yes, maður. Hvað var þetta? Nerraði. Dekk fyrir fætur, það er fáránlegt. Já, ég veit það. Að syngja allt sem þú segir. Hvernig rullar það þá bara áfram einhvern veginn? Já, bara með dekk. Já, bara með dekk, eins og það sé ekkert eðlara. Bara með dekk fyrir fætur, veist hvernig, bara gúttir. Ég myndi bara vera með dekk fyrir fætur. Maður kæmist helling, sko. Svona í snjónum. Í snjónum? Þú ert svo heftur núna með lappirna þína. Nei, ég er ekki að fara, ég myndi ekki nenn að lappa upp á fjall núna. En myndur þið nenn að rulla þér á dekkjum? Upp á fjall? Ég ætla ekki bara að fara að lappa upp á Esju núna. Nei, ég geti bara malla á dekkjónum. Þú farði ekki í gíra með þessu, sko? Nei, þú veist, ég meina... Þetta er skrýtnasta sem ég hef. Það er miklu erfiðar fyrir að fara á dekkjum upp Esjun heldur en að lappa hana, sko? Já, það er alltaf lettar að fara niður.
Það kostur við það. Sko, þú ert að segja áðan að þú trúir ekki að Egill sé svona vitlaus. Þú heldur að sé léttar að prófa esjuna út með dekk fyrir fætur? Ég hef ekki prófað að reyna á mig með dekk, sko. Ég held að það væri bara mjög... Þú getur ekki farið upp út með dekk fyrir fætur. Ég hlýt ekki að kert upp á dekkjónum. Þú ert ekki með stíl og gíra. Ég veit, en ég get bara, þú veist, ég get, sko, Hvað getur þú? Ég bara, maður getur tógað sig upp eða. Tógað sig upp? Ok, maður er allavega góður í niðramóti. Það er bara hann. Ok, ef ég hef dekk fyrir fætur. Enga stund út í sjoppu og búð og svona. Þú rúllað og bara slætar. Getur keypt bíl. Það er ekki að bara reiðhjól. Það er fullt að kostum í þessu. Horfið fram í öllu þessu. Fylgur spartnaður, reiðhjól kostar 200 skall. Þú getur ekki lappað upp á esju út á vitlaus. Já, en maður getur allavega, sko, ég myndi segja að þetta væri, þú myndir græða tíma á þessu. Með dekk fyrir fætur. Já. Nei, ég er ekki sammála. Ok, þannig þú tekur það frekar. Ég er kannski eitthvað að miskila þetta. Alveg pokkut, sko. Ég ætla bara að syngja allt sem ég segi. Syngja allt sem þú segir? Já, það er sem að stemning í því. Það þyrfti Já, ekki að myndi íta maður manni ekki áfram. taka það frekar. Heldur hann að vera með dekk bara. Það er samt svo leiðilegt að syngja allt Nei, og komi í hádegismat, Steinþór. Já, Mjög einfalt. ég myndi Já, frekar hann myndi enginn enn að hanga með þér allavega. Orðum það þannig, ég fann það bara strax. Þú væri að íta mér áfram, sko. Fannst það bara Á strax. dekkjum. Hvað meinarðu? Getur maður keypt bíl? Á dekkjunum? Dekkur er lappir. Það er ólíklegt, sko. Þú eru bara með sjálfskiptingur í Jó, stíl? reyndar, já, kannski við setjum bara En maður dekkið á myndi fá bremsuna. sér, sko, maður myndi náttúrulega klálega að fá sér þá eitthvað svona hanska sem eru með litlum hjólum, svona eins og línuskutahjólum á lóana. Þá getur þú bara farið á 4 og rentir einhvert. Já, bara bílnúmer á raskati. Málið dög. Ég meina það minnir maður svolítið á hvað. Hvað, þið verða að svara? Já, ég tek dekkin bara alltaf, sko. Ég líka. Ok, en Egill, þú ætlar að syngja allt sem þú segir. Ok. Næsta. Vera sköllóttir, það sem eftir er, eða aldrei vera með engar augabrúnir. Aldrei augabrúnir. Ég myndi vilja engar augabrúnir. Já, maður myndi taka það, já, held ég. Verður ekki að vera sköllóttir? Já, maður myndi taka augabrúnir af, sko. Það myndi allir gera það. Já, ok. Alls ekki er það vel eða. Nei, þið tókst það samt. Það var bara síðasta. Nei, ég myndi vilja vera sköllóttur. Það ekki? Þetta er því að augabrýr, þú veist, tilgangurinn er að þú fáir ekki vatn í augun, sko, en mér er skýtsama ég fáir vatn í augun, sko. Ég myndi alltaf bara... Ég vil bara ekki vera með hár. Ég myndi maður ekki alltaf láta bara tattu á sig augabrýr. Það eru margar eldri konur með það sem voru svona djarfar á sveitabörunum í gamla daga. Ég er nú alltaf tattu. Þú veist, þú getur látið tattu á þér augabrýrnar. Brúnirnar. Augabrúnar með brúnirnar, já. Ég er að deyja og þingu þetta. Ég ætla ekki eins og að ljúga þetta, sko. Ég er bara... Hvað varst þetta að segja? Voru konur á sveitabörnum í gamla daga með tattu á þér augabrúnir? Allt gjörfustu. Ég er bara að segja það er hægt. Ég sé konur bara... Tattu er augabrúnir. Já, með tattu er augabrúnir sem hafa ekki nefnt að fara alltaf í brúnir. Voru það tjarfar á sveitabörnum í gamla daga? Ég hef bara orðað það þannig, skilur, þetta er svona... Þannig að Sveppi, þú myndir frekar vera sköllóttur? Já, því ég vil snóða, skilur. Þið myndi allir velja það ekki. Ég myndi samt ángríns, myndi ég tússa mig augabrúnir. Og bara... Það er fáránlegur. Já, sko, það væri örugglega hægt að svo púðra laust yfir það. Já, frekar láta, það er alltaf að sminka á sig augabrúnir, sko. Það er að tússa þig augabrúnir. Við svörtum... Og púðra létt yfir. Bara svartu töflutús fyrir ofan augun. Og dempa með svona púðurspúða yfir og til að gera þær svona raunverulegri. Eða